Góðan daginn! Ég var ekki búin að sýna ykkur lockscreenið mitt til að setja myndina. Þess að geri í byrjun hverja mánuðar, eða þú veist já, fyrir hvern mánuð ger ég nýtt lockscreen, svona manifest vision board fyrir mánuðinn. Cute neglur og peninga og kerti. Við erum með YouTube og hotlan mat, nóga kaffi, eitthvað svona peppandi quotes. Já, ef þú ferð í Pinterest appið og ítir bara á hérna plúsin sem kemur hérna neðst, þá er hægt að velja hérna svona collage mynd og þau búa til svona, fyrir þig og þú getur bara búið til collage inn í Pinterest appinu. Mér finnst það gæst og mér finnst það svo næs að vera með svona vision board alltaf fyrir mánuðinn, þannig alltaf þegar ég opna skjáminn þá bara sé ég. En klukkan er komið 6 og ég er búin að vera eitthvað ógeðslega lazy síðan ég sótti nýja leikskólann. Ég er bara ekki búin að nenna að pæla í kvöldmat. Vanlega gerum við pítsu á föstudögum, en við pöntuðum pítsu fyrradag og ég er bara ekki í pítsustuði, þannig ég gerði það ekki. Það var að koma sending frá Shein. Ég er svo spennt að opna hana. Ég er að pæla í að labba með Oliver hinn með göttuna og sækja hana í DHL skáp og sýna ykkur hvað ég var að kaupa. Ítu hér. Aftur. 0, 7, 5. Og svo bláa takkan. Blái. Vel gert. Takk. Opna pakka. Já. Stór pakki, Oliver. Hann er þungur. Hann er mjög þungur. Do you hjálpa for að opna pakka? Duglegur að hjálpa. Sýna ykkur smá haul. Sko, ég keypti alveg svolítið af flíkum. Hérna hring. Ok, cute. Bara svona 2 steinar. Get sem sagt símahulstur. Svona fake rót. Ok, lít svona út. En sjáðu þið samt, það fer yfir myndavélina mína. Ég veit ekki alveg hvort ég meina nota þetta því þetta er alveg frekar óþægilegt. Mig langar svo að verða típan sem á alltaf gett mikið að skrauti fyrir allt svona, þú veist, jólin, haustin, Halloween, páskana. Ég ætla alltaf bara að vera með svona kassa af alls svona skrauti sem ég tek fram fyrir allt svona. Það bara er svo skemmtilegt. Og ég keypti bakka og ætla að hafa. Ok, ég vona að þetta sé ekki ógeðslega lítið. Það er alveg smá lítið. Ég keypti svona haustleg blóm. Ok, þetta er alveg bara fullkominn stærð. Þá get ég haft bakka og svo ætla ég að setja haustkertið mitt hér og svo ætla ég að leira eitt hér sem ég kannski gera bara í kvöld. Svo keypti ég 3 ný kaffiglös. Lítur svona út. 3 svona fyrir ískaffið. Ég held að þetta sé 450 millilitrar. Ég er alveg smá exposing myself hér, en þetta er bara fyrir YouTube family að vita. Og þeir sem að sjá mig nota þetta á TikTok halda bara að sé alvöru. Kannski er þetta alvöru. Shein er alveg fyndið. Það er alveg með eitthvað alvöru svona. En ég semst keypti smegg kaffiglas. Mér finnst þetta alltaf mjög cute. Kaffi to go. Spegill fyrir augnhárin. Hann er aðeins minna en ég hélt en hann samt alveg nógu stór. Ég var líka búin að gleyma þessu og nú veit ég ekki alveg hvað mér finnst þetta af því ég er náttúrulega komið með rautt hár og ég pantaði þetta þegar ég var ekki komið með rautt hár. Núna er ég ekkert eðlilega mikil dífa með rautt hár og rauð sólgleraugu. Mér finnst þetta mjög flott sko og mjög haustleg. Kannski er þetta bara cute. Ok, ég á ekki full body mirror þannig að ég verð bara að sýna ykkur þetta í myndavélinni. Þessi er ekkert eðlilega cute. Þetta er svona prjónapeysa frá Missguided merkin. Eða þú veist, þetta er Shein byrjað að selja frá Missguided. Hún er bara svona cozy bólur, stendur Copenhagen. Búin að vera að elska náttúrulega Pilates peysuna mína. Ég sá svona prjónaða Pilates wrap
Eða þetta var alltaf ekki pildurspeysa, en svona wrap snið. Þetta sé bara mjög cute. Ein svona jógapeysa, en ég á svona hvíta og bleika, það er ógeðslega margir litir af þessu. Þessi er frá Glow Mode og þetta eru bestu jógapeysunar á Shein. Þetta er bara, mér finnst þetta bara að vera alveg eins og Metta, sko. Hún er bara ógeðslega svona þykk og aðsniðin og cute. Ok, ein svona kolla. Þetta eigi sko að vera þrengri, mér finnst þetta að vera smá stóra stærðir, greinilega. En get alveg notað þessa. Keypti ég nýjan Pilates-ból. Efnið er smá spes. Það er svona, þetta er svona svo sokkabuxna efni. Ég veit ekki alveg hvað mér finnst það. Ég held að það sé ekki þægilegt sko að æfa í þessu, en ég gæti kannski nota þetta bara dagstaglega eða farið úr þessu bara þegar æfingin byrjar. Ég er ógeðslega ljót toppina undir, hundsa það. En annar rappbólur, þessi er samt bara svona, þú veist, þægilegt efni. Ég get verið í þessum meira svona á æfingu. Já, þessi er alveg sætt. Smá prjóna efni. Svona íþróttatoppur með svona innbyggðum skálum. Alveg mjög þægilegt og teygjanlegt efni. Ég held að þessi sé þægilegur sko bæði everyday og á æfingu. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að sýna ykkur þessar buxur. Greinilega svona jógabuxur eða svona... Já, hún er í þvottavélinni. Svona. En mér finnst efnið smá skrítið. Ég veit ekki hversu mikið ég mun nota þér. Ég keypti eina svona juicy hettupeysu fyrir mig. Það var svona, hvað stendur það á láni? California. Einasta er hettupeysa fyrir svona Brynjar skástrygg mig sem ég get stólið af honum. Þessir voru líka ofan í, þetta eru eyrnalokkar, ég á svona gullita, en ég er alltaf með silfur skartgripi þannig ég keypti á silfurlitum. Og svo svona armband með A. Ég hef alltaf verið með frekar litla úlliði sko, þannig að getur verið svolítið erfitt að finna armbönd og líka hringi sem passa, en þetta sleppur alveg. Það hreyfist svolítið til, en þetta dettur allavega ekki af mér. Svo er þetta cute. Ég elska, mér vantar svo mikið silfur skartgripa því ég er alltaf bara silfur. Ok, allt út í dótinu sem ég var að opna í bakgrunn, en ok, þetta er pælingin að hafa bakkan svona endanum á eiginni, bara einhvers staðar hérna, þú veist, í miðju, kannski hérna út fyrir. Pæla í að leira svona diska, nei, glasamottur og hafa þær svona ekki nokkur hér með svona Halloween munstri. Ég held að það verið svo cute. Ég keypti náttúrulega þetta. Svona leir sem að harðnar og þú getur málað, þannig ég er pælið að gera glasamottur úr þessu. Við sjáum hárlitin eins og það núna, þetta er liturinn sem ég elska, svona dökkbrúnrautt. Þegar ég er í ógeðslega miklu birtu svo á móti glugganum, það er það bara, sjáu þetta, það er bara eldrautt og svo kemur við, þú veist, úr skugga og þá er það meira svona brúnt. Við systur mín á FaceTime eiginlega allan tíman menn ég var að leira, ekkert eðlilega kósí. Ákvað að gera 5 glasamottur, eina skál úr eiginlega bara afgang og svo ætla ég að gera broskall fyrir Oliver bara því ég átti að auka leir. Og ég get síðan mála þetta bara helgina þegar þetta er orðið þannað. Ég er mjög spennt fyrir því. Það er bara að fara að detta í Mönns og bíómynd, þannig að góða nótt.
Jæja, klukkan eitthvað rétt yfir 8. Ég skráð í 9:30 pílates á völlunum. Komst nefnilega ekki á æfingu í gær né fyrradag. Já, ég komst ekki í gær né fyrradag. Þannig að ég tek smá helgaræfingu. Það sjúklega fallegt, en sjúklega mikið gluggaveður. Ég fór í sturtu í vörklass. Kaffið mitt sé ennþá gott. Ég náði ekki alveg að klára það fyrir æfingu. Já, ég gerði mig til fyrir daginn, málaði mig aðeins, fór í nýju peysuna, en ég greinilega gleymdi sko buxunum mínum heima, þannig ég er ennþá í íþróttaleggings og ég gleymdi sokkum. Ok, ég er ekki það að liða að sýna ykkur, en ég er líka í píldu sokkum, þannig að neðri parturinn minn er í íþróttafötum og efri er ég í skvísufötum. Ég er sérstætt að fara niður á stofu af því að það er einn kunni hjá mér sem er búinn að vera að díla við smá svona einhvers konar afnæmisviðbrögð við lengingum og ég ætla að hitta hana þar og bara svona kíkja á þetta og eitthvað svona. Ég átti inni frían Safa í Joe appinu og það gildi fyrir, hvað heitir hann aftur? Heal your gut, trust your gut. Við erum á mjög óstabílum standi hérna, ég er að fara líka á Miklubrautina en ég er að fara að taka ykkur niður, en já, þetta er morgunmaturinn minn í dag. Æði. Ég sitt fyrir utan, Ólífur er að koma hágrátandi út úr húsi frá vini sínum, út af hann langar ekki að koma heim. Hæ! Halló! Ertu að gráta? Ástin mín var svona gaman. Já. Við kíktum í heimsókn til ömmu minnar sem býr í Hafnarfirði og löbbuðum svo á þennan róló. Við erum aðeins að leyfa honum að leika og svo erum við að fara í mat til Natalíu. Ég er með gómun upp með mér, hann ég tala svolítið skrikilega. Hvaða blóm eigum við að gefa Natalíu? Hvít blóm, hún er bleik blóm. Finnst þið hvítu flott? Natalíu sem sagt er nýlega flutt í nýja íbúð. Þannig að við keyptum smá blóm og keyptum smá epladjús af því að við erum að fara í pizzapartí heim til Natalíu. Við erum að vera þar aðeins bara að borða og síðan, þú veist, Ólífur er alltaf bara dauður 7 þannig að við verðum ekkert lengi. Já, þetta er nóg, þetta er örugglega nóg. Nú er að bíða. Nú er að bíða, stættu, Natalíu er að koma. Halló. Við vorum í vitlausri blokk og Ólífur var að drita á bjölluna á íbúðinni og það kom einhver kall bara á sloppnum bara hvað er í gangi. Ólífur tilraun 2. Þarna er Natalía. Þetta er hræddu Orku. Halló. Þetta er allt í lagi. Góðan daginn. Ég er mjög þreytt og löt í dag og ég vaknaði að múst mjög hálsbólgu. Ég sé náttúrulega að gera það mjög oft. Ákvað að fara ekki í pílates í dag og það ég var mjög mjög haspurur og ég var bara svona þreytt. Ég er að fara að gera kaffi í krukku. Ég ætla að sýna ykkur hvernig ég gera það. Eins og ég hef sagt mjög oft, þá skiptist ég rosa mikið á því að nota kaffivélina mína og að gera svona kallt kaffi inn í ísskáp. Espresso potsinn er að vera búinn. Þannig ég ætla að gera bara kaffi til að vera vissum að eiga nóg fyrir daginn í dag og daginn á morgun. Ásett Nescafé Gold Blond sem að mér finnst mjög gott. En ég nota yfirleitt Nescafé bara venjulegt. Nescafé Gold bara dögt, ef ég veit hvað heitir. Þetta er 1 matskeið og ég nota basically 1 matskeið á móti cirka 100 millilítrum, 1 desilítra. Ég er alveg hægt að mæla, en það er svona cirka ratioið. 1, svo kemur við 2, 3, 4. Svo set ég reyndar eiginlega alltaf smá auka, þannig að þetta er teknilega séð 5 kaffiskeiðar á móti 4 vatni. Vatni er ekki, þú veist, ég leta ekki sjóða, en ég hita það alveg, þú veist, í kannski mínútu eða eitthvað. En af því að ég þekki ratioið, þá ætla ég ekki að mæla vatni. Ég veit bara að það er cirka
Dagskrukkan. Þá er kaffi svona. Vänta, ója, vänta, auðvitað, ója. Þá er þetta cirka 4-5 kaffibóllar. Ok, það er komið kvöld og ég er búin að kveikja á haustkertinu. Ég er að elska þetta. Ég er búin að skipta svolítið á að hafa þetta á, þú veist, einu og bara á borðinu. Svo setti ég eitt grasker hér, ég er búin að gleyma eftir þetta, og smá svona draugaseríu hér. Ég held ég nefn ekki að setja batteri í ljósið, en smá Halloween. Setti líka á Halloween mynd. Þetta er Adam Sandler mynd, sjúklega haustleg og Halloweenleg. Þetta er Hubie Halloween og hún er í raun ömurleg. Ég var að horfa á hana fyrir ári, en hún gefur svo gott svona haust Halloween vibe. Ég er ekki mikið fyrir svona scary movies, en nokkvæmt að horfa eitthvað svona Halloween myndir. Ég ætla að hafa henni í gangi á meðan að ég mála. Þetta eru glasamottirnar. Þetta séu bara alveg þornaðar. Það er alveg 2 dagar síðan ég gerði þetta. Mér finnst að þetta ekki vera 100% þarna. Mér finnst botninn vera ennþá smá blautur. En ég ætla að mála þetta núna. Eitthvað svona haustlegt og cute. Ég var eitthvað svona spákt. Ég ætla að láta Oliver mála. Þetta er bara blautt fyrir mér ennþá. Oliver mála þetta, en ég ætla að geyma þetta. Gera þetta. Ég nefndi ekki að vlogga í dag. Fórum í sundskóla með Oliver. Hann er að byrja á svona smá sundnámskeiði. Fórum svo bara fengum okkur að borða í hádeginu og svo lagði ég mig þegar ég kom heim. Ég var eitthvað mjög þreytt í dag. Sko eina visionið mitt með þetta er að gera þetta eitthvað svona Halloween, kannski hafa laufblað á einni, grasker á einni. Ég veit það ekki, það er að sjá hvort ég ná að gera þetta, kannski kemur þetta fræðilega út. Ég á líka ekkert eitthvað það marga liti, ég á ekki einu svona appelsínugulan. Já, ég ætla bara að hafa það frekar kósí núna og horfa á svona mynd og gera þetta. Ég skal sýna ykkur results áður en ég endi þetta vídeo.